Komið í sæl öll sömur og bara þykir afskaplega vænt að fá að vera hérna í dag með þessum mæta fólki. Takk fyrir því sem hafið talað og Þórlindur fyrir að hjálpa mér hérna með tæknilega atriði fyrir fyrirlesturinn. Þegar Þura hringdi í mig, reynda fyrst síðasta haust og svo aftur núna nýlega og baði mig að vera með rifja upp gamlar Eyjaminningar. Það sagði bara, ertu ekki að grínast? Ég er svo ung! Það var fyrst og fremst misskilningur fyrir þér vegna þess að vera orðið 50 að þá hlýtur maður nú að geta rifjað eitthvað upp. Ég segi mér svo Guðrún sagði áðan. Ég er ekki rosa góð í að muna það sem gerðist. Ég hef aðalega verið að rifja oft upp endurminningar með öðrum. Og ég skráði til dæmis endurminningar Hannesar Tómassonar, afabróður míns fyrir nokkrum árum, skömmu áður en hann lést og tók við hann viðtal og hafði afar gaman af því. Og við pabbi deildum þessum áhuga að hafa mikinn áhuga á sögur og mér vantaði hann sárlega núna þegar ég var að undirbúa þetta erindi. Því að pabbi var svo duglegur að segja mér margt Eyjarnar. Og hann í rauninni held ég hafi kveikt svona sagnfræði áhugann minn. Og ég fór síðan í sagnfræði í háskólanum og skrifaði lokaritgerðina mína blaða- og tímaritaútgáfu í Vestmanni frá upphafi og fram til 1980. Og Eyjarnar fléttast alltaf inn í allt sem maður gerist. En ég gaf fyrirlesturinn mínum, eða þessu erindi mínu yfirskriftina, það er komin ykkur á þessu yfirskriftina. Heima er best. Og það er bæði vegna þess að eldri sonur minn var bara 5 ára gamall þegar við vorum að koma heim úr ferðalagi og hann sagði við mömmu sína heima er best. Ég nenni ekki alltaf þessum ferðalögum með þér. Mér finnst bara best að vera heima. En hann er nú búinn að ferðast mikið síðan. Síðan skil ég erindi mitt líka heima er best vegna þess að mér finnst það ekki forréttindi að geta sagt að ég eigi í rauninni heima á 2 stöðum. Alltaf þegar ég kem hingað þá er ég að fara heim og svo þegar ég fyrir til Reykjavík þá er ég líka að fara heim. Og vinir mín taka eftir þessi Reykjavík, ég segi alltaf ég er að fara heim til Eyja. Þau segi ekki ég er að fara heim til Akureyrar eða heim á Skagann, en ég segi alltaf einhvern veginn heim til Eyja. Ég fór líka að spá í þegar ég var að undirbúa þetta að ég hef í rauninni ekki búið að staðaldri nema í 14 ár í Vestmanni. Ég fædd 1967 og er sem stóðin 50 og það er einungis 14 ára ævi minni sem ég hef búið hérna. En ég er ótrúlega mikil Eyjamanneskja og mér finnst það í rauninni ótrúlegt að ég hef ekki búið hérna lengur. En við komum betur á því síðar í erindinu. Já, þannig að ég hef ekki dvalið langdvölum í Eyjum síðan ég var 16 ára gömul. Og þá útskrifaðist ég úr grunnskólanum og var send, foreldrar mín, ég segi alltaf, þau sendu mig til Reykjavíkur í skóla. Og ég var send í Vestló. Og við vorum einungis 2 úr afganginum sem fórum ekki í framhaldsskólan hérna heima eða gera eitthvað annað. Þannig að ég og Gunnar Júlíusson, hann var sendur á Laugavatn og ég var send í Vestlunarskólan. Og mér langaði náttúrulega bara alls ekkert að fara. Og náttúrulega var hætt við og allt sko, en það gekk ekki neitt. Ég útskildi ég fara og þetta var aldrei að reyta því leitinu að ég flutti aldrei aftur heim. Flutti sem þetta heim 16 ára gömul og fór að búa inn í Reykjavík. Og ég er ofboðslega upptekin af því og hef alltaf verið að þegar ég kynni mig hvar sem ég er og í gegnum lífið á hvaða vettvangi sem er þá byrja ég alltaf að segja ég sé úr Eyjum. Alveg óþolandi. Og það kom vel á vondan í fyrra einhvern tímann að ég var einhvers staðar, ég man ekki núna í hvaða samhengi. Og það var einhver sem svaraði mér á móti og sagði, þeir eru alveg óþolandi þessir Eyjamenn. Þeir eru svo askuti rogni með þig. Hvað er svona sérstakt við að vera úr Eyjum?
alltaf að láta þetta fylgja með. Og ég áttaði mig á því að ég bara fallið í sömu bryggju. En þetta oft opnað mér ýmsar dyr í lífinu. Og kannski síst í KR-hverfinu, það sem ég býr. Og þið verðið að fyrirgefa mér það að fyrsta myndin sem að ég sýni ykkur hún sem sagt útsýnir úr glugganum mínu þar sem ég bý í Reykjavík. Og búin að búa síðastliðin 23 ár. Og af hverju haldið þið nú ég hef valið að búa þarna? Af því ég sé sjóinn. Og það var búið að leita lengi að framtíðarhúsnæði á sínum tíma, ég og þáverandi maðurinn minn heitinn. Og ég var með eina kröfu, hann þurfti stóran bílskúr og ég vildi sjá sjóinn. Og það var Nesið eða Vesturbærinn. Og svo duttum við á þetta yndislega hús í Sörlaskjólinu og í rauninni bara bý ég í fjörunni. Og þegar pabbi kom fyrst og heimsótti okkur, þá sagði hann bara við mig, jæja, þarna var þér ósk þinni, þú svona næstum því í Eyjum, þú gætir ekki búið nær sjónum, þó þið byggir heima í Eyjum. Og ég með næst besta kostin svona út gluggann hjá mér, ég sé náttúrulega sjóinn og svo sé ég Keili. Og mér finnst það svona betur heldur en að sjá Esjuna, af því það eitthvað svo reykjavíkurlegt. En best væri náttúrulega ef það væri heimaklettur. Eins og út gluggan á Brimhólabrautinni. En ég sem sagt orðið þeirra gæfa aðnjótendinni að búa við sjóinn í Reykjavík. Og þess vegna finnst mér ég svolítið svona hafa eyjarnar mínar sem eru í blóðinu mínu, mjög sterk hjá mér. Og náttúran hefur alltaf verið mjög sterk í mér. Og ég sótt mikið í hana. Og mér fannst í rauninni líka forréttindi að geta alið drengina minn upp við sjávarsíðuna. Fyrst að ég gæti ekki alið á, eða valda alað ekki upp í Eyjum. Já, ég ætla aðeins svona víkja þess að fólkinu mínu. Það vantar aðeins myndir og ég bara biðst forláts á því. Það ekki allt fólkið mitt sem ég hefði viljað hafa, en það út af því það var smá vesen ég að færa myndir. Þetta nú bara tekið úr fjölskylduramma sem ég með heima hjá mér. Þið sjá mamma og pappa og giftingardaginn. 1966. Hægra megin við þau afi minn, Malli, alltaf kallaði Malli Höfn. Ég náði nú að kynnast honum aðeins, en hann lést þegar ég var 8 ára, hann lést liðlega 60. Neðst til vinstri móðuramma mín, Jóhanna María Bjarnasen, sem alltaf var kölluð Stella. Og þegar ég var skýrð í höfuðið á henni, þá héldu margir að mamma var að skýra út í loftið. En það sem ég skýrði í höfuðið á móðurömmu minni. Hún lést líka ungliðlega 50, ég man ekki mikið eftir henni. Svo það afi minn, maðurinn hennar ömmu Stellu, Jakob Ólafsson, Óskar Ólafsson í Útvegsbúðunum. Á myndina vantar hann ömmu Bertu, hún átti að vera hér á annarri mynd. Hún var langlífust, hún var 92 ára gömul. En því miður datt það út í yfirfærslunni. Já, og svo bara einn svona mynd af mér með mömmu og pappa. Það vantar líka myndin á Malla sem átti að vera það þekkja svo margir. Þannig að mér örugglega fyrirgefið, en kemur kannski einhvers staðar eftir. En þetta svona fjölskyldan mín. Og svo mynd á honum, ég veit ekki, vitið hver þetta Já, þetta Hannes Lós. Svolítið drunguleg mynd á honum. En hann var langaði mig. Og ég bara með mynd á honum hér, því að pabbi sagði mér rosalega mikið af sögum af Hannesi. Pabbi var í því að segja mér sögur af fólkinu okkar og merkum Eyjamönnum. Og hann var náttúrulega elsti lós í heiminum, gegndi því starfi í hálfa öld og var mjög farsæll líka á Reri. Og réri 37 vetur með Gideon var farsæll og aflasæll skipstjóri. En það sem kannski merkilegast að hann hann féll einu sinni hrapaði í Bjarnarey. Og það svona saga sem hefur alltaf lifað í fjölskyldunni og mér finnst svona sveipuð, svona dulúð og mystík, en kannski ekki vegna þess að kannski var þetta bara svona kraftaverk eins og við þekkjum best. Hann hrapaði 13 ára gamall í Bjarnarey
og komst við illan leik sjálfur og bjargaði sér og komst upp aftur. Það skilur enginn hvernig hann komst upp, né hvernig hann hékk í einhverju, þetta alveg ótrúlega lýsingar þegar hann datt. Og hann lá í rúminu í heilt ár og eftir, hann fékk í rauninni bara svona taugáfall eftir þetta og titraði alla tíð upp frá því og gat ekki haldið á kaffiballa á þess að það slettist upp úr honum. Þetta hef ég sagt. Það ættingar hérna í salinu sem geta kannski leiðrétt mig eða ekki alveg rétt hjá mér. En ég hef Hannes með hérna því hann svona einn af þessum forfeðrum mínum sem að lifir sterkt svona í minningunni. Svo hérna yndisleg mynd af pabba og Rósu, systur hans. Það voru 3 systkinin, Emilía líka yngst. En þetta mynd sem að ég held mikið upp á. Og stór mynd sem í rauninni svona eins og málverk í flottum ramma var tekin á sínum tíma út á Skansi og pabbi í matarhúsafötum og Rósa ægilega fín. Veit ekki pabbi gamall þarna, 10-12 ára eitthvað svoleiðis. En pabbi talaði náttúrulega mikið Skansinn og urðirnar og það sem menn hafa verið að rifja upp hér og ég man náttúrulega mjög lítið eftir. En fyrsta æskuminningin mín, hún samt þaðan. Og ég held að ég hafi verið 4 ára gömul. Og þegar pabbi, hann var náttúrulega alltaf í sundi. Pabbi fór í sund á hverjum einasta degi á meðan hann lifði, alla tíð. Og maður bara alinn upp í vatni. Og og ég man eftir því að amma og afi, amma Bert og afi Malli, bjuggu á Laugabraut 1, sem var bara rétt við sundlaugina. Og ég man eftir því lítil stúlka skjálfandi í þvottahúsinu heima hjá ömmu og afa og pabbi var að klæða mig í sundbólinn og tók mig svo í fangi og setti handklæði yfir mig og hljóp með mig niður í sundlaug. Þá var ekkert verið að spá í neitt að maður færi í sturtu þvoði sér vel. En og ég man alltaf saltbragðið og kuldann og já, en þetta hjálpaði mér seinna meir því að í gosinu þegar ég var send í sundkennslu í Sundhöll Reykjavíkur þá var ég alltaf flugsund 5 ára gömul. En og í rauninni pabbi búinn að ala börnin og barnabörnin upp í sundlauginni í Eyjum. Og já, þannig að mér langaði og þarna Höfn líka, þarna það sem fólki mitt í Höfn bjó. Svo ætla ég aðeins að koma að svona næstu minningu, ekki bara að það séu svona örfáar, en eins og ég sagði, ég ekkert svona mikið í smáatriðunum í minningunum og minningarna mínar tengjast oft frekar svona tilfinningu og lykt og öðru. Það er náttúrulega gosið og ég meina, maður 5 ára gamall í gosinu og auðvitað gleymir maður því aldrei eins og fæstir hér inni gera. Ég ætla ekkert að fara í sko smáatriðum út í gosnóttina sem slíka. En nema það kannski að við tókum síðasta bátinn af veginum 5:30 Föðurfjölskyldan mín, hún sem bjó náttúrulega mikið þarna út á Urðum og Skansi, þau söfnuðu saman heima á Brimúlabraut og og þar fekk fólk kaffi og eitthvað að borða og fór síðan niður í báta og við vorum síðust, við fórum í síðasta bátnum. En ég hef sagt frá gosnóttinni og rifjað hana upp í gegnum árin við ólík tilefni og stundum verið fengið til þess. Og fyrir 2 árum til dæmis og mér finnst mjög gaman að því og vænti það vegna þess að mér finnst þetta eitthvað sem við verðum að láta lifa í minningunni og ekki gleyma vegna þess að þetta bæði svo ótrúlegur hlutur að það hafi gosið hér á miðri eyju í Atlantshafi og allir bjargast. Það náttúrulega í rauninni bara með ólíkindum og þegar maður segir þetta náttúrulega við útlendinga og aðra það bara fólk trúir þessu ekki. En fyrir 2 árum var ég beðin að koma í Melaskóla í bekkinn hjá yngri syni mínum að tala við 10 ára krakka og gosið, gosnóttina og ég talaði líka um Tyrkjaránið. Þetta eru krakkar sem mörg hver hafa komið til Eyja í íþróttaferðalögum og svona, gerir sér náttúrulega enga grein fyrir þessu, hvernig eldgos Og þarna var einhver manneskja
sem að ég var reyndar orðin stórskrítin eftir hennar tíma. Mamma hans Bensa hafa upplifað það að lenda í eldgosi. En sko, bara þegar maður fór að segja þeim frá drununum í nóttina og öskufallinu og hávaðanum og volkinu með bátnum og bara, þú veist, hvað margir mistu allt sem þeir áttu og bara það sköpuðust alveg ótrúlega áhugaverðar umræður og krakkarnir voru svo áhugasamir og mér fannst bara yndislegt að geta deilt þessu með þeim. Og svo var það samband við mig fyrir viku síðan, svolítið skrítið, að því núna ég hér, nú bara eyjarnar einhvern veginn alltaf að koma til mig. Úr Hagaskóla, kennari þar sem ég þekki, sem að ræða eldgosi í samfélagsfræðinni í 8., 9. og 10. bekk og sonur minn að vinna í Hagaskóla í vetur, eldri sonur minn og hefur verið að kenna þar líka og henni fannst svo ótrúlega sniðugt að geta sagt við krakkana að mamma Antons hefði upplifað gosið og hann langar svo að fá mig núna í nokkra bekki og segja frá gósmótinu og auðvitað geri ég það með glöðu geði og mér langar líka að segja frá því að ég fjallaði gosið í lokapredikun sem ég hélt í Guðfræðideildinni í fyrra. Ég útskrifaði sem djákni síðasta sumar og við þurfum að halda lokapredikun og ég fjallaði það hvernig að vera flóttamaður í eigin landi og ég bar það saman, ég var í rauninni ekki að bera það saman vegna þess að það er ekki líkt að því leitinu að vera hælisleitandi eða flóttamaður á Íslandi en við náttúrulega Vestmannaeyingar sem fluttum hérna á einum sólarhring eða hálfum sólarhring, 5.300 manns upp á fastalandi voru náttúrulega í rauninni flóttamenn, ekkert annað í eigin landi og það er svo fallegu boðskapur einhvern veginn í þessu vegna þess að þarna er kærleiksboðskapurinn og samkenndin, samhugurinn sem að öllum var sýndur með ólíkindum og í rauninni fannst mér þetta svo fallegt að leggja út líka Biblíunni í þessu samhengi og það sem ég hef líka unnið með hælisleitendur mikið innan kirkjunar þá fannst mér svona verst að rifja þetta upp það skiptir miklu máli að finna sér velkomin þegar maður þarf að flýja heimkynni sín. Já, og ég ætla að segja eitt annað talandi það, ég hef ekki ætlað að fjalla mikið gosið en önnur minning sem tengist gosinu að þegar ég kom í Melaskóla 2003 á skólasetningu með eldri drenginn minn, hann Anton Emil. Kem hann haustið og labba inn í Kringluna í Melaskóla og ég fékk svo óbúslega skrýtna tilfinningu og það teymdi yfir mig og ég fann svo sterka lykt og ég bara, hvað er að gerast? Og ég fann svo vonda lykt og mér var flökurt og ég reyndi þessi skólasetning fór algjörlega fram hjá mér. Það sem ég var að upplifa var morguninn og dagurinn eftir gos þegar við komum og fórum fyrst í hafnarbúðir fengum einhverju súpu sem ég aldi og fórum svo í Melaskóla eitthvað að láta skrá okkur og ég bara hringdi í mamma og pappa þegar ég kom heim eftir þessu skólasetningu og sagði, hvað með Melaskóla í þessu samhengi? Ég myndi ekki eftir að við höfum farið í Melaskóla, ég myndi eftir hafnarbúðum. En þá framkallaðist svona óbúslega sterkt þessi minning. Það var mjög sérstakt að upplifa öllum þessum árum seinna. Þannig talandi minningar. Já, síðan ætla ég nú bara aðeins að fara svona yfir árin eftir gos og svona við bjöggum nefnilega í Reykjavík í 2,5 ár og fluttum hérna haustið 1975 og þegar við komum hérna aftur og ég byrjaði í öðrum bekk, öðrum UB, ég sé Unni kennara hérna, gaman að sjá þig. Þá held allir krakkarnir að ég væri aðkomu krakk. Og ég man þessi tilfinningu, ég man bara það sem ég stóð í röðinni og mætti fyrsta skóladaginn og ég hef örugglega kannski, ég man ekki hvort ég mætti einhverjum dögum á seint eða hvernig það var en því lík móðgun og hvað mér fannst þetta leiðilegt, ég kom grátandi heim og sagði mamma þau trú ekki, ég sé eiginmann, bara úr eigin bara hvað er þetta? En auðvitað var ég að koma þarna inn 2,5 ára seint
og og já, ég man þessa tilfinningu hvað var ekki gott að finnast maður þegar einhvern veginn að sanna það að maður væri úr eigin. En auðvitað var þetta bara skemmtilegur misskilningur. En síðan bara svona með aðrar minningar og annað, þú veist, í huga mínum bara þessi ár frá 8 ára til 16 ára sem ég bý hérna eftir gos, var einhvern veginn full af gleði og góðum minningum og bara hamingja og fjör. Þetta bara, já, allt bara yndislegt. Og ég rauninni svo þakklátt fyrir að hafa alist hérna upp og þakklátt fyrir öll tækifæri sem maður fær á svona litlum stað. Og það var allavega þannig þá. Og ég, svona þegar ég lít tilbaka og fór eitthvað að rifja upp hvað ég var að gera þessi ár, sko. Ég ekki rosa góð í að muna einhver einstaka atvik eða ég ekki kannski að rifja upp mat eða föt eða eitthvað svoleiðis sem náttúrulega æðislegt líka. En ég man bara svona aktiviteti og bara, maður var alltaf út í íþróttamiðstöð. Og ef maður var, sko, já, einmitt, þarna mynd af badmintonhópnum. Sko, ef ég var ekki í skólanum og ekki heima, þá var ég út í íþróttamiðstöð. Og svo kom maður bara heim stundum 11 á kvöldin og kannski var maður bara 8 ára eða 10 ára, sko. Og maður æfði allt, ég var týrari, það var allt grænt heima hjá mér. Og ég æfði handbolta og ég æfði badminton og ég æfði náttúrulega sund af því maður var alveg upp í vatni. Og frjálsar á sumrin og fótboltinn var aðeins að byrja. Það var nú, ég sakna þess svolítið, það var svona myndaður fyrsti vísir á meistaraflokkszóp síðasta sumari sem ég bjó hérna og ég flutti í Reykjavíkur. Mér finnst ofsalega gaman í fótbolta. En sem sagt, maður var ofboðslega mikið í íþróttum. Þarna þekkið eflaust, ég skil nú ekki að svolítið fyndi með þessa mynd, það búið að skrifa inn á öll nöfnin og hvenær viðkomandi eru fæddir. Þarna góður hópur, það var mjög öflugt badmintonstaf. Kristín frænka mín hérna í dag, hún var ein af þeim sem dróð þetta uppi. Þarna eru aftur badmintonhópurum, þarna Lalli Koppa heitinn. Hann var liðtækur og Óskar og Biggi Óla og svo við yngra liðið. Við fórum mikið upp á land að keppa á þessum tíma, já, þetta Stjáni Óskarsi, Ásta, Kristjáns og fleiri. Þetta var góður hópur og við fórum út all land að keppa. Síðan það, sko, var ég svolítið mikið í leiklistinni og þarna framar var mynd af mér sem ég að leika í Litluljót og 1981, já, ég held ég hafi verið 14 ára gömul. Ég ætlaði mér náttúrulega bara að verða leikkona eftir þessa reynslu. Mér fannst æðislegt að fá tækifæri með leikfélaginu og ég kynntist bara ógleymanlegum karakterum eins og Unni Tom og Sigurgeiri Skeving, Andrési Sigurvins, Halldóru Magg, Eddu Aðalsteins. Þetta var bara ótrúlega gaman að upplifa þetta. Og já, erum við í Litluljót. Þetta nú kannski ekki nógu skýrin á myndir. Þetta var góður hópur. Ég ekki með búningan í dag, Mr. Hálfhaldarsleir. Ég við verið að stimpla á þetta sjálf og klippa þetta út, sko. Og síðan var ég að dansa svolítið. Við vorum með jazzballetthóp sem hún Ingveldur Gyða stjórnaði og við vorum með sýningar á, ég man ekki hvað það hét, sko, Hallakabarettinni eða eitthvað. Í höllinni, já, það ekki? Já, einmitt. Þarna Sigurgeir Skeving og Runi og Aðalheiður það og Guðrún Kolbeins. Já. Svo var maður í stúkunni, í Embu Jónsen og skátunum hjá Viggur Raps og þegar ég lít núna tilbaka, sko, þá sé ég náttúrulega ég hlýta að vera ofvirk. Þú veist, þegar strákarnir mínir sjá þessar myndir í albúmunum bara, hvað gerðir þú ekki? En ég veit það ekki. Svo var maður í kórnum líka. Maður var í barnaskólakórnum hjá Didda Fiðlu og Þorvaldi Halldórs og kirkjukórnum hjá Guðmundi Kantor. Það kom sér nú aldrei vel í djáknanáminu mínu að hafa verið í kirkjukór. Þannig að maður veit aldrei. Enginn veit sína ævina fyrir öllir. En já, mér vil bara segja það að bara öll þessi tækifæri og ég hefði oft óskað þess að synir mínir hefðu notið þessara forréttinda að alast upp á stað eins og í Vestmannaeyjum. En þeir nutu þess
að vera langdvölum hjá ömmu Siggu og afa Edda hérna á sumrin og vetrarfríum. Ég á 2 syni, Anton Emil sem 21 árs og Benedikt Aron sem að vera 13 ára. Þetta Anton Emil, þetta sé 2 ára, Tóni, skýrður eftir frænda mínum, ömmu bróður mínum, hún Tóni fiskiðinni sem var alltaf í bókaldinu. Með pappa, ekki hérna í Eyjum, heim í Sörlaskjóli í Vesturbænum, takk eftir því. Sko, pabbi kom ófáar ferðirnar með lundapísur til Reykjavíkur. Sko, þetta 20 ár síðan þetta var. Og elsku kallinn, hann var að koma með kassa í flugi og einhvern tímann var hann með í einhverju íþróttatösku. Og það var allt gert, sko. Ef ég komst ekki með strákan á písuveðar, þá bara kom pabbi með písuveðar til okkar. Og ekki nóg með það, heldur bara öll gatan, bara allt Sörlaskjóli var mætt. Auðvitað allir krakkarnir í hverfinu, getið ímyndað ykkur. Og þarna voru písur í nokkra daga heima í stofu. Og það ekkert mörg ár síðan að síðast písur heima. Og svo var farið að sleppa upp í Geldinganes. Því þar sagði pabbi það væri best fyrir þær Engey og Viðey og eitthvað, það ætti að vera best heima. Það var ekkert verið að fara inn á bryggju, sko. Við keyrðum hálfa bæinn. En já, þetta svona, ekki vænt þetta. Já, síðan eitt sem já, það kom að þess að silla. En það eitt sem strákunum mínum fannst alltaf svolítið erfitt þegar við vorum hérna hjá hann og afa. Og það var það að vera káringar. Það ekki alveg málið í Eyjum. Og það heldur ekki málið í Vesturbænum að vera upp í Vaffanessi. En sko, það var orðið þannig að Tóni minn, sko, hann var hættur að nota káarhúfuna sína í Eyjum. Og pabbi náttúrulega tók hann alltaf á völlinn og í sund náttúrulega á strákana. Og einu sinni bara var drengurinn næstu í fyrir aðkasti. En það var náttúrulega hólur á Hafstasvöllunum. Það sem að menn láta allt flakka. Skildi nú ekki hvað eftir valla var að ala upp að einhvern káir. Og drengurinn kom sárreiður heim og svo aldrei fara með þessa húfur aftur og ekkert sem væri merkt káir. Og sagði svo við bróður sem nokkrum árum seinna að hann skildi ekki klæðast með einu svörtum hvítum. En þetta nú aðeins íkt líka. En við vitum svo sem alveg kerkjuna þarna á milli. Já, þarna svona mynd af því sem mynd af mér og Didda, afabróður, Jóhannes í bankanum. Ef ég ætti svona að segja hvað það sem dregur mig til Eyja, þá það sjórinn, það að komast út á sjó og það að fara á fjöllin og fara í sund. Og í sundi hittir maður alltaf bara alla. En maður hittir fleiri í sundi heldur en að labba hérna á götunum, segi ég oft. Og hérna er ég með Didda afabróður á Skaggi, Trilluskaggi fyrir nokkrum árum. Hann tók mig og strákan oft og það alveg yndislega minningar. En það var nefnilega það sem breyttist eftir gos líka hjá okkur fjölskyldunni að þrátt fyrir að við auðvitað haft heimilið okkar bara alveg í lagi heitt og allt innbúið og annað og auðvitað gefið neina kvart á það að þá flutti stórfjölskyldan ekki tilbaka aftur. Þannig að systkini foreldra minna, ömmur mínir og afar kom ekki tilbaka. Þannig að við í rauninni, ég elst hérna upp með ekkert af þeim í kringum mig. Nefnum var svona, eins og Didda og svona aðeins fjær. Og ég hef oft hugsað hvað það hefði verið öðruvísi að hafa þetta fólk haft það með sér í æskunni og uppvextinu. En já, þannig að þú veist, það var vissulega breyting. Og hérna er ég með pappa, þetta sjóveikir á að væntum þessar mynd. Við fórum oft út á sjó saman og með Didda líka, þegar ég var hérna. Og pabbi í rauninni, hann byrjaði að labba með mig á fjöll þegar ég var lítil stelpa og ég gekk mikið á fjöll hérna áður en allir fóru að ganga á fjöll og ég man að vinkonum mína voru ofta að grínast í mig þegar ég kom til Eyja, ég var alltaf upp á fjöll, þeim fannst þetta alveg glatað sko. En þannig einhvern veginn hef ég alltaf fengið svona orkuna og næringuna og þá ég komin alltaf
æskuvinkonunum og auðvitað draga þær mig líka til eigi í dag. Og ég sé það tvær aftast. Þær sem búa hér og hinn nú á leiðinni hingað, hún Erna. Þetta hún Bylgja Dögg Guðjónsdóttir, dóttir Gauja í Hólatungu og Deljar, hægra megin við mig. Og svo hún Betsy til vinstri, Betsy Chris, það ekki að kynna hana fyrir neinum. Svo hún Sigrún Ágústsdóttir, þannig miðjunni, hún býr á fastalandinu eins og ég. Dóttir Gústa Þurrkukarls, eins og við kallum alltaf, og Gunnur. Og Erna Sævalds, dóttir Sævalds og Söru. Og þetta eru æskuvinkonurnar og við höfum alltaf haldið mikið saman. Við hittumst kannski ekki endilega mjög oft í dag, en alltaf þegar við getum og alltaf þegar ég kem hérna þá á ég á vísan að róa hjá þeim og mikið afavæntu þær og það er rosalega dýrmætt að tengjast rótunum sínum. Og ræturnar mínar eru hér og verða alltaf og og meiri segja, þegar ég var 50 ára, 8. september, síðasta haust, þá átti ég eina ósk með afmælisdaginn og hún var svo verið í Vestmannum. Og við fórum drengirnir á föstudagsmorgni, þetta var föstudagur, og tókum Herjólf og vorum komin inn eftir hádegi. Og ég vildi fara upp á Heimaklett þennan dag og skála og svo borðum við á Slippnum kvöldið. Þetta var yndislegur dagur og hann var svo fallegur, þetta hefði getað verið besti sumardagur. Og eldri drengurinn minn, hann Tóni, hann er svo lofthræddur að hann náttúrulega ætlaði ekki upp á Heimaklett. Og en hann sagði, mamma, ég fer þessa stiga fyrst. Ég verð að koma eitthvað smá, bara, þín vegna. Og hann byrjar að trilla upp nokkra stiga og ég og Bensi þutum hann á undan og svo segir ég verð að fara meira, er þetta eitthvað mikið verra? Nei, þetta er ekkert, sko. Og svo bara töltum við og upp á topp góstan eins og þið sjáum. En ég get alveg sagt ykkur og ég mátti segja ykkur það að hann hálfskreið, sko, síðasta spurning. Hann var rosalega lofthræddur og slæmur þarna, sko, réttar og komst upp á topp. En það sem hann var ánæður þegar við komum niður aftur, en það var ekki skálað. Vegna þess að hann treysti sér ekki niður eftir eitt glas af freyðivíni, þannig að við skálum þegar við komum niður. En og svo bara svona í lokin af því að Ísilæð er samofið lífi mínu og fjölskyldunar. Pabbi heitinn vann þar í 50 ár og ég vann þar öll sumur og í öllum fríum og vann þar í fiski og líka í launabókhaldinu. Og þetta er gömul mynd af pabba og Einari Sigurjóns og Steindóri Bertasinni. Þessi menn eru allir farnir í dag. Þetta er svo skemmtileg mynd. Og svo er náttúrulega mynd af Ísilæðinu og ég verð að segja ykkur, sem er náttúrulega að hverfa að hluta til, en ég verð að segja ykkur það að talandi að það að vera úr eigum hafi opnað mér dyr, að áramótin þá hóf ég störf á nýju starfsvettvangi hjá útfararstofu og í starfsviðtalinu var ég spurð náttúrulega alls konar spurninga og ég er ráðinn fyrst og fremst inn sem djákni og annað og ég var spurð svona einhverja faglegra spurninga. Svo var ég spurð sko, já, getur brugðið í hvaða hlutverk sem er? Já, ég hugsa, ertu dugleg og er þið svona alveg sama hvað þú tekur hérna fyrir hendur? Já, ég meina, þú veist, ég kem alltaf bara úr slórin í Eyjum. Og þá sagði hann bara við mig, heyrðu þú bara ráðinn? Og ég bara, bíddu, ég meina, ég er úr samkynhneigð. Ég veit alveg, þú veist, það er besta fólki sem hefur unnið í fiski. Og það er bara ekki spurning. Þannig að þarna fékk ég þessa fínu vinnu. En þetta var nú svona auka í lokin. En ég ætla bara að þakka fyrir mig og bara ljúka þessu. Takk.